Herðu, það komið að því að ræða Evrópu, við erum bara hlýðin hérna við rauðaborðið. Ríkisstjórnin segir að við að fara að ræða Evrópumál til þess að undirbúa þjóðina, til þess að fara í atkvæðagreiðslu það, hvort að við að halda áfram aðildarviðræðum að Evrópusambandinu. Við ræddum aðeins Evrópu hérna í gær, þar Jón Baldvin Hannibalsson kom hingað til mín í þáttinn Synir Egils. Jón náttúrulega guðfaðir EES-samningsins á Íslandi og var mikill Evrópumaður. Ég spurði hann út í hvort hann myndi mæla með því að við myndum halda áfram aðildarviðræðunum og það var að heyra á honum að svo verið bara alls ekki. Hann vildi sjá til hvað yrði úr Evrópu sem að vera á miklum tímamótum. Til að ræða þetta og önnur mál sem að tengist Íslandi og Evrópu hingað komin Erna Bjarnadóttir sem hagfræðingur og tilheyrir félagsskapnum Heimsýn, eða ekki? Sem svona heldur á því að við ættum ekki að vera í Evrópusambandið. Og Tómas Möller sem ráðgjafi og tilheyrir félagsskapnum Evrópuhreyfingin sem svona heldur á því að Ísland ætti að vera í Evrópusambandinu. Heldur. Já. Herðu, því ég nefndi Jón, þá svona staðan, hann var að tala að Evrópusambandið væri allt annað heldur en það var kannski fyrir 30-40 árum, hver draumurinn var. Bæði var hann að tala að það hefðu bara hægri öfl náð völdum í Evrópu sem að hefðu sveikt Evrópusambandið að gæta hagsmuni auðvaldsins, sem við getum sagt. En hann benti líka á svona annmarka í Evrópusambandinu sem var það að með upptöku evrunar að þá flutt seðlabrentunin og stjórnin yfir gengi og vöxtum flutt frá þjóðkjörnum ríkisstjórnum, þingum og þingbundnum ríkisstjórnum. Og svo Brussel búið að setja upp mörk á því hvað ríkin mega skulda mikið, hver halli megi vera og það svolítið þröngt að ákvörðunarvaldi ríkisins. Og hann sagði sem svo að þetta hefði verið allt í lagi, þetta hefði verið tímabundið ástand, að hefði leitt til þess að það hefði orðið bara kjörin yfirstjórn Evrópu, að við erum eins og bandaríki Evrópu. En niðurstaðan hefði svo að þetta verið afleitt millibilsástand. Og núna við þekkjum það svo sem í pólitískri baráttu í Evrópu að það eru mikil öfl í pólitíkinni Evrópu sem að vilja raunverulega ekki halda áfram með þessa tilraun. Þetta þvert á móti farið tilbaka og þá Evrópa kannski í svo óljósu millibilsástandi og þess vegna segir Jón að við ættum kannski að skoða eingöngu þegar Evrópa búin að ákveða hvað hún ætlar að verða. Hvað segir þú þetta ef ég má byrja á þér, Erna? Þetta eins og söngur í þínum eyrum? Já, margt af þessu allavega hljómar mjög skynsamlega fyrir mér. Það alveg tek undir það að það orðið gríðarlega mikla breytingar og það kannski líka bara hvað við sjáum framundan ef að það að fara að taka og ég ekki að gera þetta einu aðrið í mínu málflutningi varandi sambandið, en það augljóst að uppgangur hægri afla gríðarlega mikill og gætum horft fram á það til dæmis bæði í Þýskalandi og Frakklandi að það kemist hægri menn og við erum ekki að tala venjulega hægri menn frekar auka hægri menn á íslenskan mælikvarða sem að gætu komist þar til valda og þá erum við að horfa á töluvert breytta mynd af stjórnmálum í Evrópusambandinu eins og ég meti það. Þannig að það augljóst að reyndi stjórnmálamenn eins og Jón Baldvin hljóta að draga þetta inn í myndina. Já. Hann var eiginlega að vísa til að hægri menn hefðu náð völdum áður, það var eiginlega svona nýfrjálsökju hægri menninni sem hefðu breytt eðli Evrópusambandsins. Já, ég að segja það, þú veist, að auka hægri menn og auðvitað þekkjum við að þeir eru nú þegar við völd alls, eins og til dæmis í Ungverjalandi og hafa verið áhrifamiklir víðar og þegar maður horfir til dæmis á til dæmis löggjöf fóstureyðingar sem okkur finnst sjálfsagt, þá leyfir Evrópusambandið það sé bara töluvert strangari sumum að þeirra löndum og hvaða Evrópusamband það sem að leyfir nánast mannréttindabrot á konum þannig? Tómas, Evrópusambandið var góð hugmynd en hún bara þróast bara illa. Já. Þú kaupir það ekki? Jú, ég meina að þetta ekki allt gott að það. Þetta ekki bara, þetta ekki allt jákvætt. Þetta bara eins og allt sem maðurinn gerir. Það eru jákvæðar hliðar og neikvæðar. Ég tel bara jákvæðar hliðina fleiri. Og ég meina, hvað Evrópusambandið? Þetta svona nútíma samvinnuhreyfing. Það sem eru þjóðir, 27 þjóðir, með tollfrjáls viðskipti sín á milli, frjálsflæði fólks og fjármagns, þjónustu, þekkingar og byrðið limra klára. Og síðan eru við 21 þjóð með sameiginlegan gjaldmiðil og þetta búið að vera ansi lengi
og í dag ný könnun Eurobarometer 75,eitthvað% íbúana eru ánægðir með veru landsins í þessu 73% eru ánægð með evruna ég segi nú bara eins og Bíkó og það sem fagmenni vesla þar þér óhætt og okkur bara óhætt að horfa jákvæðum augum á þetta og hvað Ísland varðar við erum þarna inni Ísland í ESB við erum auka aðild streyma til okkar allar reglugerðir 300 og eitthvað á ári og við höfum bara ekkert þar að segja við erum ekki við fundaborðið eins og hér við erum einhverstaðar út á gangi og eins og Karni sagði daginn ef þú ert ekki við borðið þá ertu bara matselinum ef ekki bara setjast við borðið eins og alvöru fulltrúar í þessu húsfélagi eða samvinnuhreyfingu og taka þátt í þessu rifjum upp söguna allar framfarir á Íslandi tengjast alþjóðaviðskiptum auknum alþjóðaviðskiptum EFTA samningur við EBE 72 Ég ekki sammála þessu ég er útfærsla landhelginnar ég að segja útfærsla landhelginnar var þvert á vilja sterkara ríkja Breta þjóðverjar voru ekki að fagna þessu ég bara man ekki þá sögu ég var svo ungur þá þeir voru að veiða hér en þetta var deila við Breta en EFTA EBE samningurinn EES samningurinn allt þetta færir okkur hag og betri lífskjör við erum mjög sérstakt landa tilliti til að við flytjum út helmingin af okkar þjóðframleiðslu og við flytjum inn sem samsvarar helmingnum þetta eiginlega einhvern mesta milliríkja land í heiminum og sem milliríkja viðskiptaland þá þurfum við bara að vera með góða samninga við okkar viðskiptaland þetta ekkert flókið í mínum huga og skrefið inn í ESB sem að við framundan að ræða og við ætlum að ræða í dag að það ég held að séu fleiri jákvæðir punktar heldur en neikvæðir en ég get ekki dæmt það fyrir síðan að samning Við erum í EES og þar alveg erum við á matselunum hjá ESB ég meina við erum ekki við borðið við erum ekki að taka þátt í neinu Hvernig upplifir það að við séum beint svona á matselunum sem að vitni nú í Karni við tökum við öllum reglugerðum og öllu sem En ertu ekki almennt jákvæður gagnvart þeim? Nei, ég vil ganga full skref hann inn og taka þátt í umræðinu við borðið og ég meina þetta það má kannski segja að umræðan ætti núna og kannski við þetta borð líka snúast það eigum við ekki bara að leyfa þjóðuna að taka ákvörðun þetta það framundan þjóðaratkvæðagreiðsla að framhald viðræðnanna og það í dag þetta 55-45 meirihlutinn vill halda áfram þessum viðræðum og ég gerir á fyrir að það haldist þannig og við förum þá bara í samningaviðræðu við Evrópusambandið og hvað gerir maður les samningin, hvernig dæmir þú bækur, Gunnar, þú lestar ekki, við lesum bækur Ég les ekki alla bækur, sumar bækur bara sleppi ég að lesa ólesnum og þannig erum við flesta bækur í heiminum en þú dæmir bók eftir lestur hennar en bæði ég og þú við lesum ekki miklu fleiri bækur heldur við lesum en ég bara segja það ég vil bara sjá þennan samning ef hann slæmur þá segi ég bara nei en ef hann góður þá segi ég já þannig á þjóðin að velja þetta sjálf þetta svo einfalt mál við getum reyni bara sagt að þetta sé niðurstaða þess að þáttar Erna Berðardóttir, sem varst þú að vinna fyrir bændasamtökin og Tómas, hann segir að Evrópusambandið sé bara samvinnuhreyfing, kaupfélag? Já, ég nú fjarri því að vera sammála því að Evrópusambandið sé einhvers konar samvinnuhreyfing. Það þetta er meira en efnahagsbandalag, miklu meira það sem að Tómas rakti áðan, hann rakti nú aðalega þau atriði sem falla undir EES-samningi sem við erum þegar aðilar aðeins og þú bendir á og tökum þar að leiðandi upp reglugerði þar og það að fá sæti við eitthvað borð út af einhverjum lagasetningum í viðbót, það breytir nú litlu því að við erum held ég með innan við 1% sæti við borðið og það alltaf pláss fyrir það eina eða hálfa raskinn. En það ekki skömminni skárra að hafa eitt sæti við borðið, heldur ekkert? Ég sé bara ekki að við myndum hafa nein áhrif þar á og þegar að Evrópuhreyfingin bætir því við stundum í greina frá sínum skrifurum að við myndum fá svo marga starfsmenn líka, þá þess að gæta starfsmenn mega þetta ekki vinna fyrir sitt ríki, þannig að það áfram þessi eini pólitíkus eða hálfi eða hvaðan sem en má ég aðeins koma inn á þennan samning
Sko það ótrúlegt ef að þá að fara að keyra þessa umræðu þessa atkvæðagreiðslu af stað á grundvelli þess að hér sé samningur. Þetta eru viðræður fyrirfram gefna niðurstöðu. Niðurstaðan regluverk Evrópusambandsins og það sem verður rætt hvernig Ísland aðlagast því og þetta til skjalfest. Við vorum hérna í tæp 3 ár í fullum viðræðum við Evrópusambandið þar sem voru skrifað rýniskýrslur yfir 30 kafla. Fæstum þessara kafla var lokað nema þeim sem heyr undir EES-samningin því þar þarf ekkert að gera. Það þarf ekki að breyta neitt í löggjöf, það þarf engri stjórnsýslu að breyta ekki nokkrum hlut. Viðræðurnar snúast það hvernig þetta gert, byrja á því að greina mismun. Ég sat í 3 svona hópum, þannig ég veit mjög vel hvað gerist á svona fundum. Og þetta ekki samningar eins og fóru fram við Noreg á sín tíma. Það var ekki einasta rýniskýrsla skrifuð. Þetta allt annað verkefni núna. Það skjalfest það sem búið að gera fyrir Ísland. Ísland að ganga inn í Evrópusambandið ekki öfugt. Já, Ísland að ganga inn. Við erum ekki að semja það hvernig Evrópusambandið ætlar að aðlagast íslenskum hugmyndum. Við erum bara, þessar viðræður snúast bara það að greina munin á stjórnsýslunni og regluverkinu og hvernig þetta verður aðlagað. Og það felur það í sér eins og stendur í rýniskýrslunum. Iceland must before accession gera þetta og hitt. Það þarf allt stjórnkerfið, það þarf að búa að þjálfa fólk, það þarf að búa að breyta stjórnsýslunni áður en við getum farið að taka við peningu til að borga bændum eða sjávarútvegum eða hvað það sem þarf að gera hérna þegar við erum komin inn í þetta. Þetta ekki rétt hjá Erna að svolítið verið að láta í það skína að þetta sé einhverja samningaviðræður sem þetta eiginlega Já, sko, kannski við getum þar til tímasetningar en við breytir ekki eðli í samningsins. Sko, fyrsta lagi þetta 1%. Sko, það eru 726 þingmenn. Við sagt að við fáum kannski 6 sem alveg rétt, það 1%. Við erum 1 promille af Evrópusambandinu. Við erum raun að fá 10-falt mægi atkvæða. Þannig að og annað í þessu það að Evrópuþingið ekkert landamóti landi. Þetta eru 725 þingmenn og það hægri blokk og það vinstri blokk og það miðjublokk. Allir íslensku þingmennir myndu væntanlega fara inn í miðjublokkina í meirihlutann. Þannig að við munum hafa miðflokkurinn mun ekki bara hreinsa upp. Það er oft flokkar eins og hann sem að einmitt gera gott mót í Evrópukosningunum. Já, ok, þá fara þeir í hægri blokkina en flestir þingmenn Íslands myndu fara inn í þessa miðjublokk. Þú ert þá að tala að þeir séu ekki fara að vinna fyrir Ísland heldur ykkur í miðjublokk í Evrópu. Nei, þetta nú ósanngjarnt að segja þetta. Ég að segja að 6 íslenski þingmenn verða hluti af flokkasamstarfi sem að móta framtíð Evrópusambandsins. Við verum bara með í þessu. Ég bara mjög jákvæður og bjartsýnn á þetta og varðandi samningin sko það nánast öll ríki sem hafa farið inn í Evrópusambandið hafa fengið undanþágur og sér ákvæði. Það oft bara tíma. Þetta bara tímabundið undanþágur. Í staðan fyrir að taka gildi núna þá samið að þessi eftir 12 ára aðlugna tími. Danir fóratninn fyrir 30 árum. Þeir eru ennþá með ákvæði hverju eiga lönd og húsi í Danmörku. Þetta bara, það þýðir ekkert að tala svona. Það reglur hafa samt breyst. Já, það eru samt ennþá í gildi. Þetta eru minniháttar reglur. Leið mér að tala. Þetta samt hægt að fá undanþágur en svo má líka spyrja þurfum við einhver undanþágur? Þetta bara samningur samstarf fiskveiðiauðlindirnar eru algjörlega tryggðar með hlutfallslegu reglunni. Það bara þeir sem hafa veiði heimildir síðustu 30 ár mega veiði í landhelginni. Landbúnaður fær norðurslóða landbúnaðar ákvæði. Finnar fengu þetta og Svíar fengu þetta og ég skilst bara finnskir og sænskir bændur séu samustu bændur í heimi. Þeir fá svo mikla styrki frá Evrópusambandinu en þetta helmingurinn af budget Evrópusambandsins, þetta eru 170 miljardar evra, helmingurinn fer í styrki til landbúnaðar og ég held að samfærið að þegar við förum að inn þá munu íslenski bændur blómstra. Ég hvet ykkur til þess að grípa þess fram í okkur svoleiðis samtali hérna bara þannig. Já, takk fyrir. Það eins og sem á kaffihúsi. Þar ekki svona orðinu útluta alveg með svona hægt. Það er bara skemmtilegra. Já, en eitt varðandi lýðræðið. Þú segir að við munum ekki hafa neinn áhrif. Ég hef aldrei tekið þátt í kosningu sem að falla á einu atkvæði. Þannig ég geti sagt að þið ekki fyrir að taka þátt í kosningum. Það breytir engu. Atkvæði mitt aldrei breytt neinu. Ég geti verið í húsfélagi þar sem eru í Asparfellinu eða eitthvað leys. Í sjálfum sér myndi ég ekki þurfa að mæta vegna þess að atkvæða mitt vegur svo lítið. Er þetta ekki svolítið veik rök í lýðræði að segja að þáttaka skiptir eitthvað máli af því að við erum svo fá eða lítil og...
Jú, Þannig erum við alltaf í lýðræðinu. ég get alveg tekið undir það að lýðræði fer ekki bara fram í atkvæðagreiðslu. Það er umverulega það sem þú ert að segja og ég er alveg hjartalega sammála því. Lýðræði er að fara fram hérna við þetta borð í dag. Fjölmiðlar hafa hlutverki að gegna og þeir kalla til sín fólk til að ræða málin. Þannig að það að það breyti einhverju í raun og sann þegar kemur af mikilvægum málum þar sem okkar hagsmunir undir, það sé ég ekki gerast eins og til dæmis við höfum bara ekki eins og séð EES-samningin verja okkur varðandi verndarráðstafanir á kísiljárnir hérna í haust. Þannig að þegar alvöru samt hækkuðu hlutabréf kísilfélagsins. Af því þú stoppaði mig á, þá ætla ég að tala um það. Nei, það er búið að leyfa fram í köll. Ég held að niðurstaðan hafi verið sérsniðin að Noregi og Íslandi til þess að yrði ekki skaði af ákvörðunni, eins og kom fram eins og Tómas er að benda á að hækkuðu verðið í fyrirtækjunum og eftir. Vegna þess að þau fengu svona mikið inn á hærraverði og þannig að það sem að var lagði tollanir á voru ekki til þess að vega það niður. Þannig ég held að Evrópusambandið hafi tekið tilliti til. Gerði það sjálfsagt á endanum, en það kostaði nú samt að það þurfti að verja þarna töluverða hagsmuni og það voru held ég flestir málsmeðandi menn saman það að þetta væri þvert á samningin sem þessar aðgerð þeirra voru í eðli sínu. Þannig að hið minnsta og flestir held ég sem að hafa kynnt sér þetta ítalega hvaða þau fastar orði. Það má liggja milli hluta hér en allavega sýndi þetta mál það að þegar að alvöru hagsmunir eru undir þá þetta valdið og aflið sem ræður. En í þessu tilfelli hefur verið betra fyrir járnbletu upp í Hvalfirði að vera inni heldur en úti. Það má alltaf segja það, en við vorum það ekki og þess vegna sáum við hvað aflið gerir þegar það hefur stöð til þess. Eigum snú okkur að kosningunum sem eru framöndan? Hvenær verða þær? Það eru kosningar hvort við halda áfram við. Hvenær verða þær? Síðasta lagi 2027. Já, hún verður bara, vilt þú að Ísland taki haldi áfram viðræðu ESB? Mér langar að spyrja ykkur aðeins á kosningarnar. Þið þekki það að við erum í mjög háskalegri stöðu svona í alheimsmálum, mikil óvissa. Sumir vil halda því fram að heimsmyndi sem var hér byggðu upp á eftirstríðsárunum sé eiginlega hrunin. Einhver orðaði svo þannig að gamli heimurinn er hrunin en það er óvíst hvernig nýji heimur verður og þá lifum við tíman það sem að tröllin ráða og þið kannist við þetta. Já. Og ég hef spurt nokkra við þetta borð. Er þetta tíminn til þess að draga umræðu hvort að við ætlum að sækja í Evrópusambandið? Því að í gegnum þá umræðu færðu eiginlega alla þessa óvissu sem er í alþjóðamálum, óvissu sem er í öryggismálum og hættan er svo að þessi umræða aðild, hvort við ætlum að fara inn í Evrópusambandið ekki, verði bara eins heimskuleg og Íslendingar geta haldið upp í bara akkurat rétti tíminn, Gunnar. Já, sjáðu, hver stoppaði Trump í Davos? Samstaða Evrópusambandsríkja. Maðurinn lét eins og asnið þarna úti, hótaði í Grænlandi, hótaði tollum og hvað gerði það Evrópuríkin? Þau sögðu bara stopp, hættu þessu. Það voru þú veit það sjálfur í Matt Carney. Það voru 8 Evrópusambandsríki og Carney, það reyndar nýkönnun sýnir að 60% Kanadamanna vilja gangi í Evrópusambandið sem er líka athyglisvert. Kannski verður þetta svona NATO, North European Canadian Treaty, ég veit ekki, en allavega núna er bara hárrétti tíminn til að spurja fólk, viltu vera með Evrópumegin eða viltu vera Ameríkumegin, því að hlutleysi er ekki valkostur. Þannig að spurningin hvorum meginu þú vilt vera eða hvort þú vilja fara inn í Evrópusambandið ekki, hún er brýnni núna heldur en áður. Þess vegna eigum við að... Nei, við erum að tala bara eigum að halda áfram viðræðum og sjá samningin. Það er eiginlega kjósningin. Við erum ekkert að kjósa inngöngu strax. Það er enginn sem að segir já við því sem að sér ekki fyrir sér bara sem ágætis kosta enda inni. Jú, ég meina, þú hlýtur að vera fylgjandi þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég er fylgjandi þjóðaratkvæðagreiðslu ef það sagði sannleikurinn það hvað hann snýst og þetta er ekki viðræður í þeim skilningi sem þú ert að leggja hérna fram. Niðurstaðan liggur fyrir, þetta er bara viðræðurnar snúast leiðina að niðurstöðinni sem er augljós og hún er regluverk og stjórnkerfi Evrópusambandsins. Ég bara skil þetta ekki, Við erum að spyrja, ég ætla að spyrja þig, Gunnar,
Vilt þú að Ísland taki upp viðræður hugsanlega samning í framtíðinni? Já eða nei? Hvað segir þú? Nei, ég tel að vera bara ótífambært núna. Er það móti lýðræðinu? Má ég svara eða? Nei, þú sagðir ég mætti grípa fram í. Þú sagðir ég ætti að grípa fram í. Já, ég má bara byrja að svara það ekki. Gjör svo vel. Ég tel að það séu aðkallandi að við endurmetum stöðu okkar í breyttum heimi. Já, sammála. Öryggishagsmuni okkar og viðskiptahagsmuni. Sammála. Það er mjög aðkallandi að við stuðlum einhvern veginn að uppbyggingu nýs kerfis sem að getur dregið úr vægi stórveldana. Sammála. Já. Og þess vegna held ég að við ættum að skoða þá kosti og það að hleypa í gegnum Íslands samfélag umræðu þjóðaratkvæðagreiðslu aðild að Evrópusambandinu sem bara einn kostur af bara mörgu sem þurfa að gera og þú veit að vitni í Karni þegar hann er að tala þá er hann að tala að við þurfum að hafa margar aðferðir og hann hleypur út allan heim og gerir viðskiptasamning við Kína og hina og þessa hann er að reyna að dreifa ekkjunum sín með eina körfu með því að setja aðildarviðræðurnar á dagskrá að þá er bara boðið upp á eitt egg viltu þetta egg eða ekkert egg og ég tel þetta að vera ótímabært og ég held þetta verði ekki svona af þessu. Hvenær geta kosningar verið ótímabærar, Gunnar? Þetta eru bara kosningar hvort þú vilt halda áfram að ræða við fólk. Þetta snýst náttúrulega ekki það að halda áfram að ræða við fólk. Ef að á að leggja þetta mál svona fyrir þjóðina, þá er verið að villa fyrir fólki. Þá treystir ekki þjóðina. Jú, ég treysti þjóðinni mjög vel. Ég er svo hissaður og skul ekki treysta þjóðinni. Þetta er náttúrulega algjörlega... Ég er alveg gátt. Þetta er náttúrulega bara ekki sanngjörn framsetning hjá þér. Ég hef ekkert sagt það að ég treysti ekki þjóðinni. Ég skrifa margar greinar og legg mál mín þannig fyrir þjóðina í hverju viku. En sko, þegar þú sagði líka áðan að það hlutleysi væri ekki boði í gagnvart því hvort við væri með Bandaríkjunum eða Evrópu. Þetta er náttúrulega einhver mjög skrítin skýring á því sem er að gerast í samtímanum. Við erum í hernaðarbandalagi sem heitir NATO. Hvort sem að fólki líka betur eða verð. Langstærsti aðilinn þar heitir Bandaríkin. Og ef þeir ráðast á Evrópu þá myndi þeir taka upp síman og hringja til Washington og beðið að koma að hjálpa sér. Bandaríkjamenn eru með yfir milli 60-70% af öllum framlögum til NATO og með Tyrkjum, Kanadamönnum og Bretlandi ætli sé ekki með 80% af heraflan með hátt í það. Þannig að tala það að við þurfum að velja því að hlutleysi sé ekki boðið milli Evrópu og Bandaríkjanum. Ég efast að sé hægt að dæla bensín og þotu í Keflavík, herþotu, nema að nota eitthvað sem kannir ná. Finnst þér hlutleysi vera valkostur fyrir Ísland? Við hefum bara að tala við alla og bara horfa yfir sviðis. Líka Trump. Við erum ekki hlutleysi, við erum með varnarsamningur Bandaríkjum. En hann er hann ekki... Ætlum við að segja varnarsamningnum, þetta leggja það til? Nei, ég segi bara, hvers virði er hann? Hann ætlaði að taka Grænland, það til Evrópa stoppa þann. Hann hefði tekið Grænland ef Evrópa ekki stoppa það. Kannski tekur hann Grænland. Og kannski tekur hann Ísland. Hvers konar varnarsamningur er það? Hann er líka við Grænland. Við settum 2 menn og ég held að Hollendingar hafa sett 3. Þannig að Evrópa er ekkert að fara að verjast hernaðar ítökum. Evrópa, hún hefur ekki eins og birgðaflutningavélar eða eldsneytisvélar til þess að koma og halda út í flugflota hér. Google lýgur ekki. Evrópa er að setja $600 milljarða í herútgjöld í ár. Bandaríkin er í 900. Evrópa er bara nálgast Bandaríkin. Já, og þessi tala þýðir að Ísland myndi þurfa að setja 200 milljarða á ári. Það er búið að semjum að innviðirnir okkar gilda með. En ég er að segja, Evrópa er að styrkjast hernaðarlega séð alveg gífurlega hratt. Þannig að við skulum ekki vanmeta varnarmátt Evrópu. Og hvaða herir eru það? Þýskar herstöðar í Eystrasaltslandunum? Ég held að það hljótun að fara kalt vatn milli skins og hörunds hjá einhverju þar. Það er verið að framleiða herþotur og það er verið að framleiða dróna, það er verið að framleiða alls konar hergögn í Evrópu í dag. Og þetta eru með að fremstu hergagna framleiðandi í heiminum. Svíþjóð, Þýskaland. Evrópa og í vandræðu með að viðhalda vörnum Úkraínu vegna þess að þeir framleiða ekki nóg. Nei, en þeir eru búin að fjórfalda útgjöldin. Þetta er allt á... Já, ég veit að það eru miklu penningum eitt og eftir einhver ár er möguleiki á að varnir Evrópu verði mun betri en þeir eru í dag. En þær eru það ekki alveg í dag. Það er á flegiferð upp á við. Ef að bandaríski herinn myndi senda 3 þyrlur til Grænlands, þá eru það enga varnir þar frá Evrópu. Nei, þá er hann að ráðast, ef hann gera með hervaldi, þá er hann að ráðast á NATO-ríki
Þá bara 5. greinin komið í samband og NATO búið að vera. Viljum við vera með svona fólki í samstarfi? Ég held að það eru bara ráðamenn í Evrópu sem hafa sagt að NATO búið að vera. Já, maður má kannski segja það. Ég meina, sjáðu liðið í kringum að Trump. Ætlið að treysta þessu fólki? Gunnar svaraði mér. Ætla þú að treysta Alternative for Deutschland? Eða segja þið út úr Evrópu? Hægri mönnum í Fraklandi? Þessir ekstrem hægri flokkar í Evrópu hafa ekkert að segja. Þeir eru algjörlega út í hotni á Evrópuþinginu og í Þýskalandi. Það vil enginn vinna með þeim. Punktur. Þannig að við skulum bara átta okkur því að Evrópa er stjórnað að þessari frjálslindu miðju. Það er bara þannig í nánast öllum Evrópulöndum. Þú veist þetta. Og þannig að sko... Ég hef heyrt þessi rök frá hægrinu, últrahægrinu, sem segir að Evrópusambandið endurspeglar ekki vilja íbúa Evrópu. Nei, við viljum ekki... Þetta er endurspeglaðu stjórnmála elítu miðflokkana, sem er reyndar hægri flokkar allt saman, sem að stjórna Evrópusambandinu og þröngva sinni pólitík upp á okkur. En þetta er þó skárra en þessi nasista klíka til dæmis í AFD. Þetta eru bara nýnasistar. Við skulum ekki vera að sigra þetta. Nei, þetta er í Evrópu. Og bara öll í Evrópu neita samstarfi við þessa flokka. Punktur. Og þetta, ég treysti því bara að Evrópa haldi sig á þessari frjálslindu miðju áfram. Og þarna eigum við heima, eins og ég sagði áðan, við erum með mikið samstarfi Evrópuþjóður, við flytjum út 70% af okkar vörum og þjónustu til Evrópu og Evrópa er bara Evrópusambandi er ríkjasamband sem að ef þú skoðar það í nánar þá bara blómstrar mannlíf í Evrópu. Sko, Evrópa er nú ekki að blómstra meiri svo að þar var gefin út skýrsla, svo kvöldu Draghi skýrsla, sem lýsir því hvernig sambandið er að dragast aftur úr í nýsköpun og framleiðni. Allur krafturinn í þessu er annars staðar í heiminum. Þannig að ekki væri við að ná neinu til framdráttar sérstaklega með því að tengjast meira þarna. Þetta, vissu það, Erna, þú verður eiginlega að kynna þetta betur. Ég er búin að vera að kynna mér þetta síðustu daga. Þetta var Draghi og niðurstaðan hans var, hann var að hvetja Evrópubúa til að takast á við gervigreindina, innovation og þetta er á fullu núna. Merz í Þýskalandi og Macron og allir þessi leiðtogar. Þeir eru á fullu núna að hvetja Evrópuríkin til aukins frumkvæðis og innovation og ég var að skoða þetta í morgun, það er 1-7% hagvöxtur í Evrópu samtönd í dag. Þú þarf ekki að segja mér að kynna mér hlutinu betur. Ég fer á margar ráðstafnir og hlusta á fyrirlesara sína glærur það sem að það er... En af hverju segir að Evrópa sé að hnigna? Það er ég sagði að það væri að dragast aftur og ég myndi ekki orðið nigna. Aftur úr hverjum? Bandaríkjamönnum og öðrum í heiminum. Það er módelið þitt, já. Það er nú ágætt að vita það. Nei, ég er ekki að segja... Þetta er náttúrulega bara útúrsnúning. Nei, ég er bara að segja það þegar fólk er að tala um að Evrópa sé að hnigna. Það er 1-7% hagvöxtur í Evrópu. Ég notaði ekki orðið hnigna. Nei, þú sagði þér að dragast aftur úr. Það hlýtur þá að vera hnignun. Við skulum bara átta okkur á því að mannlíf í heiminum og lífsgæði eru best í Evrópu á öllum mælikvörðum sem til eru. Þau eru betri á Íslandi heldur en í nánast öllum löndum Evrópusambandsins. En ég meina, Íslandi er hluti af Evrópu. Við skulum að vera vissum hvort við erum að tala um Evrópu eða ESB hérna. Þetta er nefnilega ekki sami hlutur. Lífskjör að batna hérna án þess að við erum í Evrópu. Jú, en ég meina, auðvitað eru lífskjör góð á Íslandi og þegar við förum hérna og verðum fullir meðlimir, við erum alltaf meðlimir í Evrópusambandinu, við erum 70-80% inni. Sko, við erum hvorki í Evrópusambandinu nema með aukahaldi, við hafa það alveg á hreinu. Við erum í EES. Þá erum við bara ósammála. Við erum hann inni. Bara farða að sætta við það. Það er náttúrulega vonað talið þá svona um þess að þjóðaratkvæðagreiðslu fyrst þú segir þetta að við séum í ESB. Við erum auka aðild að Evrópusambandinu. Við erum ekki með auka aðild, það er sérstakur dómstól sem fjallar málefni EES-landana sem segja þeirra sem eru í EFTA, þannig að við erum ekki í Evrópusambandinu. European Court of Justice hefur ekki lögsög yfir okkur. Ég sagði líka 75-80%. Það hefur dreigið úr hagvöxti í Evrópu og sérstaklega í Þýskalandi sem er nú verið kvöldu vélinn í Evrópu. Þýska hagkerfið er í bara alvarlegu vanda. Þetta er bara ekki rétt. Það er tölurnar sem það er hagvöxtur í öllum þessum löndum. Það var í fyrra 0,2% samdráttur í Þýskalandi. Árið á undan var 0,9% samdráttur. Er þetta hagvöxtur? 2023.
Það ekki búið að vera hagvöxtur að ráði í Þýskalandi. Þú getur tekið kúf eftir COVID, þá reisa það eins upp, en þá fór það líka mjög niður í COVID. Þetta bara verið að ræða allan heim og það ekki sem efast þessar staðreyndir að þýska hagkerfið í vanda. Meðal annars vegna þess að þeir klipptu á orkukaup frá Rússlandi sem var þess valdandi að verðbólga jókst mjög og samkeppnishæfni þýsku iðnaðar fjallt saman. 1% hagvöxtur í ár og 1,4% næsta árið. Þetta er spár. Þið skulum bara tala veruleikann. Þið trúið ekki á spár, sem sagt, veðurspár og hagvöxtur. Nei, veðurspár hafa heldur betur, við fengið alveg meter snjó. Ekki bara 1% hagvöxtur, bara allt í lagi? Það ekki 1% hagvöxtur. Nei, þú ert að tala spár. Já. Það 1-5% hagvöxtur í Evrópusambandinu núna. Það ekki bara ágætt? Þurfum við þetta eru hagkerfi sem fólk ekki að fjölga. Þetta bara svipað hagvöxtur á mann á Íslandi. Við erum ekki með meiri hagvöxt en þessi lönd. Tómas, heldur þú að kosningar snúið það að það þú segir 1-5% hagvöxtur í Evrópu og maður myndi reikna það með að því að minnsti hagvöxturinn í fjölmennustu ríkjunum, þá það kannski svona 2%. En ef við tökum jafnlanga tíma hjá Íslandi þá kannski hagvöxtur verið svona 4%. Heldur að fólk sé að fara að kjósa það að vilja freka 2% hagvöxt? Heldur 4%? Þú eru að vita munin á hagvexti og hagvexti per mann. Það eru 73.000 útlendingar á Íslandi. 19,8% Íslendinga íbúa eru útlendingar. 10% í Evrópu. Og hvað með það? Hagvextur, þú getur aukið hagvexт bara með innflutningi á fólki. Það er ekki framleiðniaukning í þessu. Þetta er bara hagvöxtur á mann er málið. Hvaða innflutning á fólki ert að tala um? Hefur ekki heyrt alveg 72.000 mann sem búa í Íslandi, útlendingar. Við erum að flytja vinnuafl frá EES 2000. En þetta er hagvöxtur á mann er nánast 1-2% á Íslandi, búin að vera öll þessi ár. Þannig að við þurfum að reikna hagvöxt sem að byggir á framleiðni. Það sé betra okkur fjölgi heldur en að setja upp eins og þjóðverjar og þeim bara fækkar. Hvað, ég meina, er ekki mannfjölgun í heiminum bara eitt mesta vandamál heimsins? Hvað er að því þá? Hvað er mannfjölgun vandamál? Kínverjar fækkar og þeir hafa stórkostlegar áhyggjur af því. Það frekar að tala minnkandi fæðingatíðni og sérstaklega í velmegandi vandamál í okkar heimsluta og í Kína og Káru og Japan. Þeir hafa rosalega áhyggjur Kína og Japan. Í Bandaríkinu, það voru fleiri sem að dó í Bandaríkinu fyrir heldur að fæddust. Vá. Má ekki nefna Bandaríkjamenn? Er maður þá orðinn einhver fasisti eða? Nei, ég er bara svo hissa að við séum að bera okkur saman við Bandaríkin í sambandi við lífskjör. Það fóru 600.000 heimili á hausinn í fyrra vegna medical kostnaðar í Bandaríkjunum. Þetta þekkist ekki í Evrópu. Ég meina, hvorum megin viltu búa? Ég gat Bandaríkin af því að þú ert að segja að stærsta vandamál heimsins var í fólksfjölgun. Ég var að benda á að svo var ekki. Og bendi á meiri sem í Bandaríkjunum að það hefði, sem hefur gerst áður í Evrópu, að það eru í Þýskalandi, það eru fleiri sem að deyja heldur en fæðast. Og það er ekki neitt, það er bara stór tíðindi, Það er merki samfélag sem að mun þurfum að horfa á og áður óþekktan vanda í fremtíðinni. Ég verði líka að segja, ég er mjög hissa setja núna og þurfa að hlusta einhverja Bandaríkja grílu. Hérna var rússagrílan notuð í gamla daga, alveg á fullu. Hún til í dag líka. Já, en það er komin gríla eða kannski leppalúði, ég veit ekki hvort það er. Ef maður nefnir Bandaríkjamenn, þá er bara, líkum að sé bara sendir út í horn. Nei, það er minnst á að það sé alltaf hnigna í Þýskaland, í Evrópusambandinu miðað við Bandaríkin. Ég spurði á það miðað við hvað, þú sagði Bandaríkin. Já, við erum að tala um þjóðarframleiðslu, við erum ekki að tala um hvernig síðan er ákveðið að skipta lífskjörunum milli þegnar. Það er bara alltaf hlutur, það er stjórnmál, það er sósíalismi eða vinstri stefna hvað sem verður ofan og ég er ekki að mæla stjórnafari Bandaríkjana bót. Hafið þið trú á því að íslenska þjóðin nái að ræða þessi mál að einhverju viti? Ekki meðan að þetta kemur þannig frá stjórnvöldum að þau segja pass, þá var bjóð okkur að kjósa að styrkja bæði heimsín og Evrópuhreyfinguna. Má ég klára þetta? En eins og forsætisráðherra gengur fram og segir að hún ætlar að óska til leiðsögn þjóðarinnar. Þjóðin kýs þing og þá teljum okkur vera að kjósa stefnu.
er þetta semst að fara að breytast þannig að við kjósum þing en svo ætla þingið að koma og biðja þjóðinum stefnum Það bara víða gert. Við tókum ákvörðun afnema hundahald með þeim hætti og ég held að segja sem að gagnrýni það. Það var ekki hvart yfir ekki fórumsta hér. Ég er að segja, hérna er stór pólitískt mál. Það er ekki hægt að ræða það öðruvísi og það er að bjóða þjóðin að kjósa það án þess að leiðtogar ríkisstjórnarinnar teljist þið þurfa að hafa stefni í því þetta varðar ekki bara okkur innanlandspólitíkin, það varðar líka samskipti við önnur lönd, eins og Bandaríkin ég má nefna það eins og enn áður og þú farir að fussa og þess vegna eigum við rétt á að vita hvað á að gera hvernig þetta umboð sem að mögulega fengist, til hvers á að nota það? Þá þarf þetta að fara í gegnum þingkosningar sem snúast Evrópusambandið sem við höfum ekki fengið. Ég hefði talið það bara miklu hreinlegra. Þannig þú vilt að flokkakerfið verði hérna bara svipað og í Færeyjum, það sem eru sko 2 hægri flokkar, annar sjálfstæðissinnar og hinn sambandssinnar, 2 vinstri flokkar, annar sambandssinni og hinn Nei, ég er ekki að biðja annað flokkakerfinu á Íslandi dag. Ég nefnir þetta, vegna þess að stundum er það gert að það er haft þjóðaratkvæðagreiðslu eitthvað mál sem að klífur flokka sundur og saman og er bara langbest að afgreiða bara í almennri þjóðaratkvæðagreiðslu. Við frekar þetta þingkostum. Já, en hvað er þá almennileg þjóðaratkvæðagreiðsla? Aftur kem ég að því. Ég ætla ekki að vera mótið þjóðaratkvæðagreiðslu, ekki misskilja það. En hún verður þá að eiga sér stað á þeim forsendum að það liggi fyrir hvað er verið að kjósa. Það verður að kjósa að halda áfram aðildarviðræðum að Evrópusambandinu. Og hvað eru þessar viðræður þá? Það strönduðu eins og þú bettir á að það var búið að afgreiða það sem var ekkert mál að afgreiða. Það sem stendur út af til dæmis að Íslendingar muni hafa yfirráð yfir fiskveiðiauðlind sinni. Það er miklu meira það sem stendur út af. Til dæmis bara, ég má taka því þekkin og landbúnaðin vel. Allt stjórnkerfi landbúnaðarins þyrfti að umturna. Það stenst ekki kröfur Evrópusambandsins aðskilnað, til dæmis að í dag eru allar greiðslur og stjórnsýsla inn í landbúnaðarlandinu. Það myndi aldrei ganga í Evrópusambandinu. Þetta er ekki bara ykkur löggjöf. En það skiptir einhverju máli? Hver er að skrifa út einhverju þekka? Já, Skiptir einhverju máli? Hvað er þetta? Einhver stjórnsýsla? Já, stjórnsýsla skiptir máli. Það er ekki aðalatriði hvort að landbúnaði verði á Íslandi? Jú, ég er bara að segja að það snýst miklu fleira en bara einhverjar reglugerðir. Það er ekki bara, en í grunninn samt, niðurstaðan er fyrirfram gefin. Hún er regluverk og stjórnsýsla Evrópusambandsins og þetta er bara viðræður leiðina þangað, ekki breytingar á henni. En var ekki ein góð aðferð að senda bara eina fyrirspurn til Brussel og spurja, munu Íslendingar halda fullkomnum yfirráðum yfir fiskveiðiauðlind sinni? Það er búið að svara því. Hvað er svarið? Bara, það er regla í Evrópusambandinu sem heitir hlutfallslegu stöðuleiki. Nei, það er ekki gefið hvernig hún verður túlkuð. Það er ekki gefið hvernig hún verður túlkuð, nákvæmlega. Þetta er nánast borðleggjandi. Nei, þetta er ekki nánast borðleggjandi. Ef að fara á austurströnd Bretlands og Englands og spyrja þá hvernig þeir túlka það? Þeir eru þetta farnir út. Spánverjum myndi ekki dett í hug að taka undir þetta svona. Nei, ég held ekki. En ég skil ekki hræðslu við þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég var að skoða hérna núna, Svisslendingar eru 4 sinnum á ári með þjóðaratkvæðagreiðslu. Setja bara öll stór mál til þjóðarinnar. En er þetta eitthvað best rétta spurningin er þá, viltu ganga í Evrópusambandið eins og það er núna? Nei, akkur má ekki bara spyrja, viltu halda áfram viðræðuna? Hvað er að því? Viðræðum hvað? Það kemur í ljós. Svaraðu mér því. Það þarf að svara því þá. Umræður um samning við Evrópusambandið. Samning hvað? Nú þessi 15 mál sem eru til umræðu. Við hafa búið að afgreiða hvað... 15 mál? Og hvað á að ræða þar? Ég er nú að kenna samningatækni og það er 2 konar fólk sem gengur til samninga. Þeir sem gefast upp fyrirfram og þeir sem gefast ekki upp fyrirfram. Mér finnst svona málflutningur fólks snýst það bara að gefast upp fyrirfram. Evrópusambandið segir á að gefast upp fyrirfram. Þetta eru verstu samningar. Evrópusambandinu dettur ekki eins og í huga að halda því sjálft fram að þetta virki svona. Jú. Það er ekki að halda því fram að þú sért til að fara í viðræðu við Evrópusambandið að gefast upp fyrirfram. Nei. Tómas, ég fór á 20 funda bara í samningahópum landbúnað hérna síðast. Já, ég var í 3 svona hópum og ég hef lesið skýrslurnar. En akkur hafa 27 lönd náð góðum samningu við Evrópusambandið? Þau hefur ekki náð góðum samningu. Og akkur eru 75% fólks ánægt. Þetta hljóta að vera góði samningar. Þetta er ekki samningar.
Nei, ég meina, þetta samstarfs, ég meina, auðvitað er þetta samningur. En eitt getur hentað einum en ekki öðrum, sko. Já, nákvæmlega. Það er við sem að svara fyrir því. Akkur heldur að norðmenn hafi hafnað að gangi í Evrópusambandið? Já, við höfum aðra hagsmuni Þetta er norðmenn sem við vittlausir. Nei, alls ekki. Þeir bara kannski þeir bara sáu að samningurinn var ekki nógu góður. En sko, það er allt annað sem að, það er líka allt annað verkefni sem þeir fóru í gegnum. Við getum líka bara neita þessu samningi. Ég meina, ef þessi samningur reynist slæmur, þá mun ég segja nei. Sko, ef þessi umræða á að vera svona, tala einhvern samning, þá segi ég, þá er ég ekki sátt við það sé þjóðaratkvæðagreiðslan. Þú treystir ekki þjóðinni? Jú, ég treysti henni til að svara þeirri spurningu, vill hún ganga í Evrópusambandið með þeim reglum og stjórnsýslu sem er það í dag eða ekki? Það er þjóðaratkvæðsla nr. 2. Nei. Þetta er búið að ákveða 2 þjóðaratkvæðagreiðslur, fyrst að ganga til samninga og næst samningin. Þetta er svo einfalt. Nei, þetta er það sem er til að villa fyrir fólki, ekkert annað. Akkur kallar það lýðræði að villa fyrir fólki? Það er ekki lýðræði að... Er kosningar ekki bara að villa fyrir fólki? Já, það er náttúrulega bannað að plata eins og sagt hefur verið, sko. Nei, sko, ég er svo hissa á fólki sem er hrætt við það að leyfa fólki sem er ekki með sömu skoðun. Já, það ég held að svona mér heyrst aðalega verið. Þú talar að ekki treysta þjóðinni, heldur að þeir sem að vilja ekki gangi í Evrópusambandið, treyst ekki þjóðinni. Nei, ef að þjóðin segir nei, þá er ég bara sáttur við það. Ég er ekki hrættur við það. Það getur vel verið að þjóðin segir bara nei, þá er málið afgreitt. Þannig þú ert mjög sáttur við til dæmis Brexit. Ég hef ekki talað út það. Meina, þú er mjög sáttur við þær kostingar. Já, ert að tala Brexit þjóðaratkvæðagreiðslan? Já, þú er mjög sáttur við það. Það er bara mjög góð þjóðaratkvæðagreiðsla. Bara heilbrigð kosningar, sjálfsögðu. Allt satt upp á borðum. Ég meina, það gerist bara upp í heila búi fólks, já eða nei. Meiri hlutin sagði nei, eða já við Brexit, já. Það er bara svona á þjóðaratkvæðagreiðslu að vera. En nú er fólk spurt í dag, var þetta rétt ákvörðun og ég held að það sé bara 30% sem segja já. Já. Það er bara, þeir áttu sig á því seinna að þetta var ekki góð ákvörðun. Þannig það er ekki endilega gefið að það að fara með þjóðaratkvæðagreiðslu leiðir til bestu niðurstöðu. Nefnum sért svona mikill spámiðill og getur sagt fyrirfram. Sko, ég meina það veit enginn fyrirfram hvernig hlutin þróast. Nei, það er það sem ég hef verið að spyrja ykkur hérna, hvort þið teljið að sko, umræðan í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu verði eitthvað vit í henni. Að sjálfsögðu. Sem var algjörlega á mörkunum að setja að segja treystum þjóðinni. Ef þetta var að platan sem kemur fram einustu spurningu eða gagnrýni þá verður þetta ekki málefnalegt. Ég er bara með svo einfalt að treysta þjóðinni. Já, þetta er einhver setning sem er bara búið að planta. Það er einhver PR-maður að við komum. Já, bara PR. Ég held að við mögum ekki heyra neitt á Evrópuhreyfingunni við næstu 8 mánuði en treysta þjóðinni. Ég sé okkur fyrir saman í bandaleikunar með þetta. Ég skal skrifa þetta utan á bílinn minn með þessu og bara þetta ætti að vera skilti hér. Ég mun fá bara enganúmeri nei ESB. En hvernig getur þú dæmt ESB á þess að sjá samningin? Sko það er engin, ég les bara reglurnar. Ég hef verið í rýnihópum og verið að taka þátt í að bera saman reglurnar, hvað þarf að gera og auðvitað hef ég kynnt mér hvernig Evrópusambandið starfar og ég bara hef ekki áhuga á því að Ísland verði þar meðal þjóða. Hvernig getur verið að Ísland sé eitt Evrópuþjóða sem bara sér ekki kosti við þetta? Ísland er náttúrulega alls ekki eitt Evrópuþjóða, það er náttúrulega bara... Vísa til annar landa og við getum alveg skoðað þá samninga og séð svona meir og minna hvaða kosti við erum að við þurfum ekki að fara bara eins og við sem fyrsta ríki sem er að fara að semja við Evrópusambandið. Nei, það er 27 búin að ná samningi. Já, þannig að það er meir og minna ljóst. Það voru nú ekki öll 27 sem náðu samningi því það voru ykkur sem stofnuðu þetta fyrst, 6 sem stofnuðu kol og stál. Það var stoppsamningur. Þegar við komum til Evrópusambandsins. Já, þannig að hinn sem á eftir koma, 21 eru þá væntanlega þau sem gerðu samning. En Tómas, þegar við komum til Evrópusambandsins og segjum það er eitt grundvallaratriði sem ræður því hvort að Ísland geti farið inn í Evrópusambandið ekki. Við stóðum í landhelgisstríði hér til þess að tryggja það að við gætum lifað hérna á þessum kletti út í hafi. Að eina leiðin til þess að halda hér upp í góðu samfélagi er að við náum yfiráðum yfir auðlundum hafsins. Til þess að við getum sett þær undir samfélagið og byggt hér upp samfélag. Þannig að við getum aldrei gengið inn í Evrópusambandið nema að fá fullvissum það að við munum hafa fullkomin yfiráð yfir sjávarauðlundum okkar út í það óendanlega. Veistu hvað Evrópusambandið svarar? Nei, við erum með reglu sem að segja, hvað kallar þetta hlutbundna? Hlutfallslegir stöðlur auka.
Þetta eina svarið sem við fáum. Já. Við segjum ekkert, við heyrum að þið viljið þetta rosalega mikið og það er bara kostnaður við að hafa ykkur inni að láta þetta eftir ykkur. Við fáum það ekkert. Þetta er sko sama sagan. Gefst þú alltaf upp fyrirfram þegar þú fyrir í samninga? Nei, alls ekki. Þú ert að gefast upp fyrirfram. Ég legg fram ég vil bara fá svar við aðalatriðum fyrst. Þetta er ekki samningar, það sem samningatæknilega. Ég hef farið á námskeið í samningatækni, Tómas, og ég hef ekki gert það hjá þér. Nei. Og þetta er bara ekki sambærilegt verkefni. Þið að gera þetta allt og flókið. Nei, ég var að gera þetta einfalt. Fáum við að halda auðlindunum? Að sjálfsögðu. Nei. Jú. Ég meina, ef við fáum það ekki, þá náttúrulega verður það ekki þá verður bara í þjóðin segja nei. En býtum má ég spyrja Ernu, nefndu eitt dæmi auðlindir sem ESB hefur tekið af þjóðum? Eitt dæmi. Hvaða auðlindir hefur ESB tekið af þjóðum? Sko, þeir eru náttúrulega deildu til dæmis með sér fiskveiðimiðum. Já, það er að því að fiskarnir synda fram og tilbaka. Veiðist allar bein í Norðursjórði því að þeir geta ekki komið saman í sjálfbara nýtingu á þessu. En sko, fiskur í Evrópu syndir á milli landamæra. Syndir allir út röðum? Nei, ég meina þeir synda frá Frakklandi til Spánar. Við vitum nú til dæmis bara hvernig var komið fram í okkur í makrílmálinu. Ef að frændi minn hefði ekki stappað niður fótunum þar, þá hefðum við ekki verið að veiða hérna makríl langt árabil eins og við gerðum. Já, hann fær alveg plús fyrir það. Já. En hérna, ég er að segja sko, við erum hérna langt út í hafi með fiskveiðilögsögur sem engin landamæri við aðra fiskveiðilögsögur. Við höfum bara mjög sterkan málstað. Við skulum stjórna þessari fiskveiðilögsögur. Vorum við þá að gefa eftir í makrílnum í haust? Ég meina þetta voru samningar, áður voru við ekki með neitt kvóta. Það eru aðra þjóðir sem hafa sko söguleg rök fyrir að veiða hér. Nei, ekki síðastlega 30 ár. Þetta er 30 ára regla. Ef það væri þannig að þá myndi Evrópusambandsins svara þessari spurningu sem við erum með áðan og segja, nei, þau þurfa engar áhyggjur að hafa, við breytum sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins að ykkar kröfu og fellum í burtu þessa setningu og segjum það að þetta sé miðað við undanfarið 30 ár. Þannig að þið eru... Þetta er hann inni nú þegar. Nei, það er ekki. Ég er búin að lesa þetta. Þetta er hlutfallslega reglan stöðuleika. Það stendur 30 ára veiðireynsla. Og hver er búin að veiða hérna síðustu 30 ár? Ja, það var að því að öðrum var meinað að gera það. Já, ég meina, við stóðum í lappirnar og við höldum okkar auðlind. En aftur spurningin er það, hvaða auðlindir hefur ESB yfirtekið frá þjóðum? Skógarhögg eða námur eða olía eða hvað? Nefndu eitt dæmi. Ég ætla ekki að nefna annað en bara hvernig þið deila með sér fiskistofnum og hafa klúðrað því verkefni. Það er bara til þess að þeir fara ekki náttúrulega inn fyrir landamæri til þess að gera slíka hluti. Nei, akkur ættir að fara til Íslands til þess. Það er náttúrulega augljóslega að vilja komast að fiskum. Af hverju? ESB hefur engan áhuga á auðlundum annara landa. Punktur. Og af hverju hefur þau svo mikinn áhuga á Grænlandi? Ég bara spyr. ESB, Grænlandi er inn í ESB. Nei, Grænlandi er gekk úr ESB 1985. Þeir löpuðu út, en Danmörk náttúrulega hefur lögsögu á Grænlandi og það var Evrópusambandi sem að... Ættu þú að kynna þér eitthvað betur? Það eru bara ríkjasambandi. Það eru ríkjasambandi með sameinaða þjóðhöfðingja. Ríkjasambandi er rétt orðið, já. En ég meina, þeir stóðu í lappirnar daginn gagnvart Bandaríkjunum og rauninni má segja að Evrópa hafi staðið með grænlendingum. En akkur veistu hvort að Evrópusambandið hafi áhuga á auðlindum Grænlands? Hver ætti ekki að hafa áhuga á því? Nei, þú ert núna að búa til eitthvað núna, sko. Já, alveg svo þú býr til hérna samning sem þú ert alltaf að tala sko. Nei, ég meina það er samningur sem verður gerður. Nei, ég bara ítreka einu sinna en við skulum taka bara eitt skrif einu. Leifum þjóðinni að kemur þessi plata, eina ferðina. Nei, leifum þjóðinni að ákveða hvort að næsta skref verið tekið. Þetta er bara lýðræði í framkvæmd eins og allar þjóðar atkvæðagreiðslur eru. Er ekki þetta gerð á kröfu að stjórnvöld fái svona skýr svör við tilteknum atriðum áður við... Nei, þetta er bara fyrsta... Ég finnst það er mjög sanngjarnt. Því að við getum ekki setið hérna í marga mánuði og hlusta á ykkur frá heimsíðu. Við erum svo skemmtilegt. Við haldið bara fram sikkur hlustum. Nei, þetta er nefnilega nákvæmlega svona sem það er að gera þetta. Og hvað er að því? Já, fá svörin fyrirfram. Allar kosningar kljúfa þjóðir. Ég meina, hvað er að kosningum? Bara lýðræðið. Fólk fer í tvo flokka. Við þurfum að vita hvað er verið að ræða og kjósa. Nei, við þurfum bara að spyrja. Óljós nokkurhugtaka er ekki, fylgir ekki sér lýðræði. Samningun er hann langt í burtu. Þetta snýst bara rauninni gæti ríkisstjórnin ákveðið þetta án þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta er bara í stjórnarsáttmálanum að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þarf endilega þjóðaratkvæðagreiðslu?
Akkur fara menn ekki bara til Brussel og fara að semja? Af því að þegar ríkisstjórnin vill fá umboð þjóðarinnar fyrst, og þetta bara frábært skref hjá þessar ríkisstjórn. Áður að fara í viðræður án þess að sækja þetta umboð og tapa á því. Nákvæmlega, þetta miklu skynsalegri leið. Og hérna vill fara í umboð. Sumir segja að þetta frekar óöflugu tími. Evrópusamband eru gríðarlegu tímamótum og óvíst að segja í hvað eru að fara að ganga. Ég nefndi Jón Baldvin áðan, hann átti nú setningu fyrir nokkrum árum þetta væri svo gangin í brennandi hús. Það er þessi mýta brennandi hús einmitt. Já, og það var áður en að þetta svona einhver hræðslu áróður sem á bara engin rökastiðast. Í Evrópa, ég meina lappið Berlín, Köpen, Stockholm, Helsinki, Amsterdam, hvar sjáu þið brennandi hús? Farði í slammin í Svíþjóð? Þetta var nú lélegt. Slömmi, þetta nú alveg að lægsta í dag, sko. Evrópa, höfuborgir, sveitirnar, þetta blómstrar. Nei, sko, nú ætlum ég að stoppaði með sveitirnar. Hvar eru bændur í Evrópu búin að vera síðustu mánuði? Þeir eru búin að vera út öll og í Strasbourg. Það er bara mjög eðlilegt að sé ekki allir sáttir alltaf. Sko, þetta er náttúrulega meira en að vera ekki sáttir. Þetta eru grundvallarmál sem tekist þarna á. Og þeirra aðgerðir urðu þó til þess að Evrópuþingið vísaði Mercosur-samningunum til lagalegra meðferðar sem að framkvæmdastjórnin var áður búin að samþykkja. Það er hlustað á bændur. En eitt að maður getur talað um einn loga því þú varst að segja að hérna í Evrópuþingi er þannig að það er bara miðflokkarnir sem að ráða. Nei, ég sagði það er liberal miðjan hann það. En við getum séð að í ríkjum Evrópusambandsins þar sem að þetta fyrirbrigði í pólitík er eiginlega bara að hverfa. Ítalíu. Þetta er meiri hlutin á Evrópuþinginu. Í Ítalíu þá er þetta á undir högg að sækja. Í Frakklandi. En þú, hvað veit? Ég meina að þegar það byggjum logandi hús að þá sömuleyti er sko stjórnmálakerfi Evrópu sem að byggðu upp Evrópusambandið eins og það núna er í sko varnastöðu í næstu í öllum ríkjum, í Bretlandi. Gunnar, þú veist, þetta er á fleygiferð núna, reynslan af Trump og reynslan af yfirgangi Bandaríkjanna, það reyndar ekki nema tæp 3 ár eftir. Þetta hefur þjappað Evrópu saman sem aldrei fyrr. Evrópu eða ESB? Munið þeirra Rússa inn í Úkraínu. Þá var verið að halda fram fyrir okkur að þetta myndi þjappa Evrópu saman. NATO er aldrei staðið sterkar. Er það raunin? Evrópa hefur aldrei staðið sterkar. NATO hefur aldrei verið veikar og það er efasemdur að sé til. Ég er sammála því. Ég meina, Evrópa hefur hins vegar þétt raðirnar og hefur aldrei staðið sterkar enn í dag. Sjáðu bara hvað gerist í Davos. Evrópa setti rautt strik í sandin og sagði við Trump, hingað og ekki lengra. Við ætlum ekki að missa okkar dignity sko. Og talaði við án þess að tala við Dani. Já, það var Rutte sem að fóð til hans og bauð honum Grænland og öllum líkjum Ísland í leiðinni því að Rutte talaði alltaf norðurslóðir. Hann hefur ekkert umbútið þess. Nei, það var samt hann sem að fyrir hans vegna sem Trump fór heim. Hann fór bara heim með skottið á milli lappana og sá það að hann gat náttúrulega hlutabréfið datt niður og skuldabréfa álagið jókst, þannig að hann bara hætti við allt saman að því að Evrópa stóð saman. Herðu, kannski verða þjóðaratkvæði það verður ekki bara óöfilegt. Hver vann Davos, ég veit ekki. Þetta er góð punktur. En það er svolítið hættan við að öllum umræðan verður einmitt á þessu. Nákvæmlega. Þetta eru bara spennandi tímar, það er margt að gerast, ótrúlega gaman að fylgjast með þessu og ég segi bara framundan er þjóðaratkvæðagreiðsla framhald viðræðna. Þetta er 55% segja já í dag. Það áttur að koma í ljós hvernig það verður á kosningadaginn og við í Evrópuhreyfingunni við ætlum bara að vinna okkar vinnu og hvetja fólk til að taka þátt í þessum kosningum og fara inn á europa.is þar eru upplýsingarnar. Það er komið dagsetting sko, það er eins og ríkisstjórnin getur ekki alveg. Nei, það er diskussjónu innan ríkisstjórnar þetta. Það er einhver ósætti þar. Nei, Kristrún er að tala í síðustu vikum að nú sé komin tíma á þessu umræðu. Já, hún gæti samt ekki alveg sett fingurinn á af hverju. Já, bara út af Davos. Nei, Davos var ekki búið að eiga sér stað þegar hún sagði þetta. Öryggismálin er í brennitefli. Nú erum við áhuga svæði í Bandaríkjana, þannig skilja grina Bandaríkjana. Er endilega gefið að Bandaríkjan munu þola það að Ísland gangi í Evrópusambandið? Þeir hafa ekkert það að segja.
bara ekki neitt. Við erum með Við erum varnarsamninga sem fullvalda þeir ríki. koma hinga og grípa inn í ef að þeir telja að Við vera... erum fullvalda ríki eins og all hinn 27 ríkin í Evrópusambandinu og ég meina, hann dirfist ekki að hafa áhrif á okkur því að þá myndum við eflaust, hann myndi hann finna fyrir enn meiri samstöðu Evrópuríkja. Kannski bara stofnum við NATO, North European Treaty. Horfur þá til lengri tíma að öryggi Íslands sé best borgið með því að vera fyrst og fremst með öryggissamning við Evrópu? Það er mín skoðun, já. Og við höfum að sleppa... Já, næstu 3 árin. Svo þangað til Trump fyrr. Ef það kemur ekki eitthvað verra. Hvernig á það að virka? Sko, við getum ekki treyst á Trump. Nei, en hvernig á það samt að virka að treysta á Evrópu næstu 3 árin? Ég vil að fá svar við því. Við þurfum bara að treysta okkar samskipti og sambönd við Evrópuríki. Já, en þeir geta alltaf lent herþóttu þannig að tala við Bandaríkin. Þeir geta ekki kert inn í eitt einasta flugskili. Ertu viss það? Ég held að það eru flugvélar hérna frá Evrópulöndum allan ársins hring, frá Tékklandi, Svíþjóð og Noreg. Ég hef komið út í Keflavík og ég hef séð flugvélar frá öðrum en Bandaríkjamönnum inn í flugskilum sem Bandaríkjamenn eiga. Og þær fá bensín á vélarnar. Á svæði Bandaríkjamanna. Já. Ég hef þessa trú Heldur þú að Bandaríkjamenn sem muni bara leigja Evrópusambandinu þessa aðstöðu til þess að verja Ísland? Ég veit ekki hvernig það þróast. Mér finnst að við getum ekki treyst á þessa gaura hann í Washington. Það verður að horfa á raunveruleikann. Já, hann er þessi. Þetta eru ódreiknanlegt fólk sem er að stjórna Bandaríkjunum. Ég er ekki að mæla því bót. Þeir eru bara að hugsa að ná áhrifum sínum. Trump segir, ég virði engin alþjóðalög. Ég bara virði þetta. Og alþjóðalög, varnarbandalög, þið þurfa enga bandamenn lengur, þið vilja bara standa einir og stjórna þessu einir og ná í lönd bara einir. Sko, getum við treyst svona fólki? Albert Jónsson sem er nú held ég óumdeildur sérfræðingur á þessu sviði, hann er allavega verið sendara bæði í Washington og Moskvu og þetta verðst ekkert fyrir honu. Það hefur engin her í Evrópu þá getur að halda upp í birgðaflutningum og eldsneytisflutningum. Og ég er bara ósamálunum. Nei, það er þessu langflestir hernaðarsérfræðingar sammála Albert í þessu. Nei, það getur vel verið að Evrópa hann hefur fengið mikla gagnrýni á sinn málflutning síðustu daga. Ég hlusta á honum daginn og ég á margir í salnum sem hristu höfuðið. Ég er ekki að segja þessi allt rétt sem hann segir. Nei. En þetta með að þótt að Evrópa sé að eyða meiri peningu núna í hernaðaruppbyggingu þá hefur Evrópa engar styrk svona næstu 10 árin. Jú, það er að stóru aukast. Ekki til að koma hinga norður. Akkur er þið svona svartsýn alltaf? Það er bara að taka langa tíma að byggja upp her. Já, það er bara Evrópa er að eyða núna í hernaðarútgjöld svona 60-65% af útgjöldum Bandaríkjanna. Það er að byggjast upp gríðalegu herstyrkur í Evrópu. Og taka peninga úr velferðarkerfinu. Það verður bara að gera það. Já, það er það því að við erum að eiga við Rússa. Við erum að eiga við Rússa, við erum að eiga við Bandaríkjamenn, Kína er stórveldi. Við erum þetta. Ég er að segja, það eru stórveldi, 3, og svo eru middle powers, eins og hann kallaði Carney. Við erum þetta miðveldi og við bara verðum að standa saman. Kanada og Evrópa. Þessi útgjöld til hernaðarmála, við höfum nú aðeins verið að reyna að skoða þetta í heimsíð, hvað það þýðir. Þessi heildarpakki, jafngildi fyrir Ísland miðað við þjóðarframleiðslu, 200 milljörðum á ári. Mikið fjallar með þetta hér. En það er búið að semjum að innviða uppbygging Íslands teljist með. Öll innviða uppbygging Íslands? Nei, það er búið að semjum það að brúargerð, hafnagerð, flugvallagerð verði hluta þessum prósentum. Það er búið að samþykkja láta 1,5% í þetta sem hann er að tala. Já, en það dugar ekki fyrir þessu. Það er látið lítið út af þessi peningar sem eru að eyða hvort sem er en upphæðin eru bara svo miklu hærri heldur það. Já, það þýðir líka að mannvirkjasjóður NATO þarf að blessa hverja einustu framkvæmd. Já, samþykkja þetta sé þá hluti af því. Það er alls ekki þannig að þessi peningar sem hvort sem er eitt. Ég held að það sé mjög nákvæmlega, og þetta verður auðvitað tekið frá okkur öðrum verkefnum. Það er dýrt að vera í stríði. Það er stríð í Evrópu. Það bara kostar pening að stöðva þessa Rússa. Við erum í stríði við Rússland og Bandaríkin. Nei, við erum ekki í stríði. Þú sagði ráðan að það var ekki boðið að vera hlutur. Nei, við erum ekki í stríði við þá. En ég er að segja, við getum ekki treyst á það. Þeir hafa sagt að við þurfum enga bandamenn, segja þeir. Það þýðir að þeir vilja okkur ekki sem bandamenn. Þannig að kosningarnir munu snúast hverjum viljum við tilheyra. Ef við kjósum ekki að fara inn í Evrópusambandið, þá verðum við að tilheyra. Það eru 3 kostir í stöðunni. Halla okkur á Bandaríkjamönnum,
halla okkur að Evrópu eða vera hlutlaus. Getum við verið hlutlaus? Kannski það valkostur, ég veit ekki. Hefur það reynst okkur vel að vera hlutlaus? Já, við veist okkur vel fram að þessu. Við erum ekki hlutlaus, við erum í NATO. Já, erum við eitthvað að fara úr NATO í þessu sviðsmyndu sem þú ert að tala þó við ferum í ESB eða höllum okkur að Bandaríkjunum? Ætlum við að halla okkur til Bandaríkjana eða ætlum við að halla okkur til Evrópu? Við verðum bara að velja þetta. Það var eftir hrun að þá gerðum við fríverslunarsamning við Kína og móta utanríkisstefnu sem var svona breiðari. Það var nú mjög áhugavert, gott þú nefni, ég ætla að reynda að nefna þennan Kínasamning að sami utanríkisráðherra og var að semja við Evrópusambandið eða að ræða við það, gerir á sama tíma samning við Kína sem hefði fallið niður daginn sem við gengjum með Evrópusambandið. Af því við erum ekki með fríverslunarsamning við eitthvað annað land heldur en þeir eru með. Ríki innan Evrópusambandsins gerir ekki sjálfstæða fríverslunarsamninga. Augljóslega og allir þeirra samningar slíkir falla niður við aðild. Herðu, gaman að fá okkur. Ég var að hugsa daginn. Það var fínar umræður. Fyrirgjöðu, ég skildi vera eitthvað að ég var að hugsa daginn þegar leits út að ríkisstjórnin væri að fara að segja okkur hvenær þau ætluðu að sitja þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég vil helst hafa hana sem fyrst. Ég líka. Og ég var að stinga upp á því við borðið, getum ekki bara gert þetta fyrir páska, meðal annars af því að ég veit ekki hvað vitir því að því við ætlum að teygja þessu umræðu, annars ég sé að kvarta yfir ykkar framgöngu, alls ekki. En ef við ætlum að tala svona í 18 mánuði, þetta er rétt hjá þér. Ég held að það er erfitt að tengja þetta, við skulum ekki blanda saman við sveitarstjórnarkosningarnar. Ég myndi vilja fá þetta í september. Já, fyrir páska hvernig þú ert aldrei kjósa? Ég hef bara ekki tilbúin að svara þessar spurningur. Ég er ekki að segja að ég vilja aldrei kjósa, ég vil bara að það sé skýrt hvað er verið að fjalla og hver afstaða ríkjandi stjórnvalda er áður en verið að fara að kjósa. Ég finnst ég er rétt á því. Það er alveg svona. Þú spurði hvort við verðum í upptöku. Viltu segja eitthvað Nei, ég fannst alltaf að stemmingin hefði breyst eitthvað, þannig ég vissi ekki alveg hvað var í gangi. Við kallum þetta casual TV, þetta er ekki alveg svona jafn uppstrílað og kastur. Nei, ég kom bara líka hverstasvjótunum, Erna og Tómas, kæra þakkir. Þetta var bara skemmtilegt. Við ætlum að halda áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf inn að skilja hennar heim og þetta samfélag og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is